Komið sæl og velkomin í föstudagsþáttinn sem að þessu sinni tekin upp hérna í gamla íshúsinu í Hafnarfirði. En við erum í Hafnarfirði vegna þess að hér jólaþorpið sem ómissandi þáttur í aðventunni hjá mörgum, skilst mér. En við ætlum í þættinum í dag að ferðast og fræðast jólaþorpið, heimsækjum Beggubúð og Einarsbúð og fleira, fáum tónlistaratriði og ýmislegt. En við byrjum á íshúsinu sjálfur. Þið komin hingað til mín Anna og Óli, velkomin. Takk fyrir. Hvað getið þið sagt mér aðeins frá þessu húsi? Hver saga þess og hvað hérna núna? Við erum í bara gömlu frystihúsi við smábátahöfnina í Hafnarfirði og hér var frystihús og starfsemi því tengdu alveg fram til 2001 og við tókum þetta á leigu hluta hússins í fyrra sumar, hérna 2014, 1. júlí og komum upp okkar starfsemi en hún svona í bland við aðra starfsemi enn í húsinu því að hér klakaverksmiðja til dæmis, hér framleiddur klaki fyrir fiskmarkaðinn hinum megin hafnarinnar. Já. Og það þetta kannski hljóð ef áhorfendur heyra smá hljóð, þá það klakaverksmiðja. Akkúrat. En ef þið segir mér eins frá því sem að þið eruð að gera hérna núna, þetta alveg æðislegt rými og risastórt. Hvað þetta stórt í fermetrum? Þetta eru núna 1300 fermetrar, en það eru cirka 1000 fermetrar eftir sem við munum taka. Sem munið taka yfir, já. En hvað það sem að þið eruð að gera hérna? Hér aðstaða fyrir listafólk? Já, við hérna tökum þetta á leigu, bara hluta húsins, þá 600 fermetra, sumarið 2014 og vorum þá með ofsalega góðan hóp með okkur sem að tók þetta skref að taka strax á leigu frá okkur þá svona lítil rými, skiptum þessu niður í svona litlar vinnustofur og verkstæði og hérna opnuðum svo þá starfsemi með 12 vinnustofum í nóvember á síðasta ári, 22. nóvember. Þannig að við erum nýbúin að fagna eins árs starfsafmælinu okkar og á þessu eins árs starfsafmæli að þá eru vinnustofurnar orðnar 26 og voru 12 í byrjun og fermetrarnir, þeir eru 600 í byrjun og eru núna 1300. Þannig að þetta hefur stækkað ört hjá okkur. Og hvaða listamenn eru það sem eru hérna? Þetta alveg öll flóran, ekki? Aðalfókusin hjá okkur og var frá byrjun hönnuðir og handverksfólk og síðan jafnvel iðnaðarmenn. Og það eru myndlistamenn innanum sem að smygla sér inn. Já. En það megin fókusin. Við erum með hnífasmið, trésmiði, textíl hönnuði, keramík hönnuði, vöru hönnunar fyrirtæki, skósmíð, bara alls konar. Já, bara nefndu það. Já, og það svona ein af grunnhugmyndunum hjá okkur var að hafa þetta svona fjölbreytt. En fólk ekki svolítið, það hlýtur að vera svolítið gott fyrir allt þetta fólk í öllum þessum ólíku listgreinum að svona nærast á hvort öðru? Já. Það kannski hugmyndin? Já. Það alveg ein líka af grunnhugmyndunum svo að hérna sé svona samfélag og þess vegna eru rýmin okkar mjög opin. Fæstir eru í svona aflokuðum rýmum með hurð, það eiginlega enginn með hurð á sínu rými og veggir eru lágir þannig að þau eru mjög opin rýmin sem kallar á bara samvinnu og samtal og við gerum mikið úr því að vera með svona samfélag sem að tölum mikið saman og höldum húsfundi og tökum svona að einhverju leyti ákvarðanirnar saman hvað skuli gera og þannig að það gengur mikið út á það. Já. En þetta harður heimur, listaheimurinn. Fólk ekkert að horfa yfir í næsta bás og stela hugmyndum? Það mjög erfitt að gera það hér. Er það? Þetta virkar eiginlega öfugt af því að þú kannski hefur gengið með svipaða hugmyndu ykkur annar. Svo sérðu hana svona í framkvæmd kannski, þá verður þú eiginlega að hugsa meira. Já. Og fara í aðrar áttir kannski eða breyta til, skilur. Þetta hvetur eiginlega til
örari svona, hvað segja, svona þróun eða Já, akkurat. hugmyndavinnu, sko. En þetta... En samt þetta nýtur sér líka aðrar hugmyndir í öðru formi og hérna... Þannig að það alltaf að vera til eitthvað nýtt. Já, þetta mjög lifandi svona... Þetta eiginlega hefur ýtt mörgum út í meiri svona þróun og hugsun og hérna bara virðist virka mjög vel á því leitinu til, sko. Og svo rýmið, það mjög skemmtilegt og svona það svolítið hrátt. Og þetta virðist vera kannski pínu í tísku núna að taka svona iðnaðarhúsnæði, sláturhús eða frystihús og breyta þeim í einhverja listasmiðju. Akkurat. Passar þetta svona vel saman? Af hverju þetta svona? Bara gegnum árþúsundin held ég að þá hafi sko svona yfirgefin hús eða rými eða sérstaklega iðnaðar, verksmiðjur henta mjög vel listamönnum og hönnuðum og handverksfólki af því að nummer 1, það hrátt og maður gera allt í því og síðan líka hérna það yfirleitt ódýrari húsnæði að vinna í, sko. Og það kannski lægi þó að það fari málingarsletta á vegginn eða... Já, og bara þetta iðnaður. Þetta hérna, það að þola ýmislegt og hentar ekki inn á skrifstofuhúsnæði kannski, sko. Akkurat. En það líka það sem svo skemmtilegt við þetta hérna hús að þetta og mörg af þessum húsum sem þú nefnir, sko, að hérna þetta svo flott umgjörð utanum svona starfsemi, sko. Hérna þetta passar þessu svo vel og líka það að finna þessum fallegu húsum eins og okkur þykir þetta gamla frystihús hérna vera að finna þeim ný hlutverk, að ekki bara að rífa og þurfa alltaf að vera að byggja nýtt, sko. Þannig að við erum öll fyrir það. Akkurat. Já, það mikil endurnýting hérna, húsgögnin og annað. Já. Og svo þið með markað hérna, þar sem þeir sem eru með aðstöðu hérna geta selt vörurnar sínar og kaffihús eða hvað? Já, við erum með hérna verslun bara í Ís og Safnarfjarðar sem að við fólki okkar í vinnustofurhlutanum þar sem að það selur sína vörur. En svo núna fyrir jólin að þá höfum við verið með jólamarkað þar sem að bara fólk hérna alls konar handverks og hönnuðir hérna taka þátt. Og það svona meira markaðs hérna fílingur og í þessu hérna rými, sko, þetta einhverjir 314 fermetrar hérna og þetta tókum við að leigu núna í september og þetta fyrsta rými sem að snýr niður að fallegu smábátahöfninni hérna í Hafnarfirði. Annars höfum við alltaf snúið upp í strandgötuna og upp í bæinn. Þannig að hérna erum við bara svona að spila svolítið úr rýminu núna fyrir jól og nota það í þetta núna á aðventunni. Og já, við bjóðum upp á kaffi líka, Reykjavík Rósters hefur verið hérna með kaffisölu hjá okkur og verða núna helgar á aðventunni. Og svo þessi jólamarkaður og svona hitt og þetta gerast bara. Alltaf opin við erum opin sem sagt helgar og svo á föstudagskvöldum frá 6 til 10 höfum við opin líka. Og verður þetta opið eitthvað í tengslum við jólaþorpið? Já, við erum akkurat í svona samstarfi við jólaþorpið að hérna til dæmis að þá gengur alveg yndislega hérna jólarúta, Snæfinnur hérna á milli og hérna þannig að það eru sætaferðir hérna á milli miðbæjarins og hingað yfir til okkar og á fleiri staði í bænum og 22. desember þá verður opið líka frá 6 til 10 og þá ætlum við að vera með svolítið svona dagskrá í samstarfi við jólaþorpið. Að öðru leyti erum við bara í svona almennu samstarfi að hérna lífga upp bæinn og vera með í þessu frábæra jólaþorpi hjá hérna bænum. Þannig að við bara tökum glöð þátt í því. Herru, þakka ykkur kærlega fyrir komuna bara og gangi ykkur vel. Já, takk sömuleiðis. Áður en við förum í auglýsingar ætlum við að fá eitt tónlistaratriði frá Tónlistarskóla Hafnarfjarðar.